Christmas! It's Christmas! Ná já, það alveg að koma. Það alveg jólakvöld hjá okkur á morgun í Keiluhöllinni, þannig að það í komin svo mikið jólaskap. Já, litljólin á morgun, basically. Eða gellujólin eða jólabesti jólin. Jólabesti night, Keiluhöllinni. Núna kjörið tækifæri á morgun að hittast vinkunnar, skiptast á pökkum. Einmitt, í Keiluhöllinni. Þannig, já. Og líka bara eiga sens á að vinna pakka. Já. Af því að við erum sko ekki bara alltaf að gefa hver annar í pakka hérna. Við ætlum líka að gefa mörgum heppnum. Það eru sturlaðir vinningar í búið. Like always. Sturlaðir. Þannig hérna, já, á morgun. Keiluhöllinni klukkan 8, frítt inn, þeir eru bara að bóka borð og keiluhöllin.is. Það eru ykkur borð eftir, held ég. Mögulega. Já. Mögulega. Við erum að taka þetta aðeins fyrir, þannig að ég vona það. Eða ekki. Já, en sendi e-mail, þetta tekur enga stund og bóki borð fyrir ykkur vinahópin. Já, þið vilja ekki enda á þér að standa, sko. Nei, og líka pæla bara að sé þessu. Þú veist, ef við verðum með 20 gangi, við verðum með jólakviss, svo verðum við eitthvað annað kviss, þannig að tvisvar sem sér svo að vinna, sko, hella vinninga. Hversu gekkja fyrir jólin? Ég veit. Sturlað. Perfect. Svo gaman. Já. Líka það bara svo gaman í svona kvissum. Já, við segjum þetta alltaf. Þegar við verum að semja þetta, þá eru við bara tjöðlega, bara öðundi ykkur. Já, every time. Bara mig langar að taka þátt í þessu kvissi. En já, við sjáumst á morgun. Sjáumst á morgun. Þáttur hann ekki búinn, sant? Nei, hann var bara að byrja. Við erum að fara í stórt topic. Ég trú ekki við mig aldrei tekið þetta fyrir. Nei, ekki heldur. Þetta alveg tí. Þetta alveg hjút. Já, jólatí. Já, þetta alveg hjút og þetta líka, það er eitthvað sem allir tengi við. Þetta eitthvað sem allir geta einhvern veginn fundið vingil á, þannig að ég er mjög spennt að taka þetta fyrir. Ángríns. En áður við fyrir mig það, ég ætlum líka að segja ykkur frá, við náðum ekki að gera það í síðasta þætti, en live show merchið okkar, það sem eftir er komið í sölu inn á merch.teboði.is. Heldur betur, þannig að þið viljið næla ykkur í fyrir jólin, fyrir besti, jólagjöf, Secret Santa-gjöf, þá bara skottist inn á merch.teboði.is og næla ykkur í. Já, peysu og bólegar ekki mikið eftir, en það er eitthvað. Það er eitthvað og við erum ógeðslega duglegar að fara með sendingana strax. Já, þannig að við getum náðu þessu fyrir jólin. Já, 100%. Og þannig já, hlökkum til að sjá, þú veist, ef þið fáið jólugjöf, takkja okkur, láta okkur vita, það er ógeðslega gaman. Við erum alltaf búin að fara með hellinga sendingum, sko, það er gaman að sjá ykkur í þessu, eða þeir sem verður kannski að fá þetta í gjöf. Já, og með hverju kiftu þá fylgir frýr tote bag með, þannig að það er ekki, við notum þetta báður ógeðslega mikið bara svo töskunar okkar, sko. Þannig að við mælum með. Merch.teboði.is, þið finnið þetta líka Instagramin okkar, ætti ekki að fara fram í okkur. Nei, það er fram í talandi pakka, jólagjafir, Sunneva, þú gafst mér síðasta þetta, tvö jólaskraut sem að Pörkus gaf okkur. Að ég held að væri fyrir okkur. Vitandi ekki það að ég keypti líka á, Við erum báðar að shoppa á svo Singles Day, reyndum að klára sér flest jólagjafir og við báðum versluðum hjá Pörkus og þau sendu okkur greinlega báðum auka og með skilabórun takk fyrir fallega orði í tilboðinu. Já, svo cute. Ég var bara ekki búin að opna mitt og því að ég var bara svona geima áttur myndi að pakka inn. Það leyndist bara það sama, bara sami miði og jólaskraut fyrir mig. Já. Það er geðveikt, en þetta er sama skrautið, það ekki? Það er bara... Jú. Þetta er gamla góða Botox-nálin. Gamla góða. Svo sem bara vorum að fá hana. Já. Vissilega. Vorum búin að vera legendary í mörg 100 ár. Já. Sett hana þín megin. Við þurfum að vera báða með Botoxið. Gamla góða Botoxið okkar. Og svo, skvaldrið. Svo er það náttúrulega góðu padelspaðarnir. Já. Þannig að við erum 4 padelspaðar núna, basically. Það geðvikt. Já. En þetta er það mikið við að það er bara geðið að vera með 2. Þetta má vera X2, já. 100%. Og við vorum að tala um að við ætlum alltaf að koma með kúlur, þannig að takk Pörkus. Takk Pörkus, já, þau rettu okkur að það. Okkur. Kúlum. Ángríns. Og líka talandi Botox-nálina, að við núna erum við með lið í áskrift hjá okkur, að taka jólaspjall við jólabesti Teboðsins og fengu Línu Birgittu, ekki það, en við spurðum hana hver var uppáhaldskúlunar og hún sagði Botox-nálin. Já. Og svo fórum við í skemmtilega Botox-umræður. Já, þið verða að kíkja í áskriftina. Já. Heyra allt Botox, fullt af hlutur sem við vissum ekki Botox. Já, það var mjög skemmtilegt. Já. Þannig að við mælum með áskrift ef þið eruð ekki þar nú þegar.
En ég var að skiptast á? Já, viltu fá jólabókan? Já. Ég vil gefa þér fyrst. Ok. Já, og ég gerur svo sem fyrst. Já. Ok, nú ætla ég að fá að hlusta á þetta. Þetta er í einhverjum kassa. Já, þetta er í kassa. Þú veist aðeins að blekja þarna. Þetta er eitthvað flatt inn í kassa. Vá, hvað er skoðu þessu? Ég veit það. Já, what the hell? Er það flatt? Já. Veistu, þetta er rosalegt, sko. Já. Hvernig heyrir það? Ég heyri bara hvernig þetta skellur í. Það er rosalegt. Veistu, þetta er alveg hæfileiki. Já, þetta er kannski leyndur hæfileiki. Ég er núl að grína, sko. Ég held ég alveg þessi leyndur hæfileiki. Því að hvernig heyriru að boxið inn í boxi, eða þú veist, umbúðin inn í umbúðum sé Flöt. Það er alveg, þú heyrir alveg. Ég myndi aldrei vita það. Ekki? Nei, ég væri bara, hvað er eitthvað inn í? Já, með þess að það ekki í hug, hvað gæti verið flatt inn í, er þetta original kassi eða nei? Eða er þetta random? Inn í er original. En utanum er ekki? Er random. Ok, það er mjög erfitt með að giska það hvað Já, það er. en ég þurfti að gera þannig, annars væri þetta svolítið... Obvious. Já. Einhver flatur, obvious kassi. Þetta er eitthvað hart, sko. Gæti ég brotið þetta? Nei. Nei, það er ekkert make-up eða eitthvað. Já, meinar þetta væri eitthvað púður eða eitthvað? Já, þetta gæti verið svona slítið pallet eða eitthvað? Já. Nei, þú getur ekki brotið þetta. Ok, ég er allavega spennt að vita. Já. 24. desember. 24. desember, þá fóðu að opna og þið fóðu að sjá og heyra. Þetta er þinn. Ég er spennu. Herru, þetta er 2-faldur pakki í ár. Já, í ár. Alveg svo þú gafst mér 2-faldan hérna. Já, rétt. Wow, ok, þetta er spennandi. Ég get ekki gískað á neitt. Ég hef aldrei glæran Guðmund, sko. Nei, glæri Guðmundur er erfiður, sko. Þú veist, að þetta er svona smá, ok, þetta er bara fyrir ykkur sem eru að hlusta, kannski ekki horfa. Það er eitt svona stærri pakki, frekar flatur, frekar svona, þú veist. Þú sér það, hann er flatur. Já, hann er flatur, sko. Og maður myndi halda eitthvað svona, er hann í original umbúðum? Það er allt í original. Og maður myndi halda eitthvað svona, þú veist, þetta er svona smá mjúkt, en þetta er samt alls ekki mjúkt. Þú veist, það er samt hart svona, en það getur verið umbúður. En þetta er ekki, þú veist, þetta er ekki rúmföt af því þetta er ekki náðu þykkt. Það er gaman. Þetta er æsi spennandi. Já. Svo er eitthvað annað lítill hérna, sem er líka svona mjög svipað sett upp. Ég er ekkert eðlilega spennt. Ég veit bara ekkert hvað þetta er. Ég held þú getur ekki reynt að giska þetta, sko. Og þetta er alltaf árið fyrir árið jafn spennandi. Ég veit það. Það er líka svo gaman að fá 4. Já, og það er meira sem sumir doubles, sko. Það er ekkert, we're leveling up, hérna. Það er alveg, hérna. It's fun. Það er mjög fun. Herru, við ætlum að skála í þessu þætti í Coca-Cola. Hversu ísfokkin kalt er þetta? Við erum alltaf hendum svo aðeins í bestísfristinn. Já. Og þess, ég sé að þetta er alltaf frosið hana. Geðveikt. Þín er sko... Vá, þið sko skilji ekki, hún er sko móð. Já, hún er móð. Hún er sexy. Hún er meira en móð, sko. Hún er svona smá frosin móð utan. Við erum að nota hérna I Heart New York upptakarinn okkar sem að við keyptum í New York saman. Já. Vá, það ríkur svoleiðis upp úr þessu kóki. Já. Við erum búin að segja ykkur það, hérna, að þetta er náttúrulega the season of kóki gleri. Og við erum ekkert að grínast með það. Nei, þetta er bara staðalbúnar með öllum kvöldmatum hjá mér, sko. Já, klálega, 100%. Og eins og við höfum oft talað um líka í þáttunum, að þetta er hérna Coca-Cola náttúrulega bara eigur sér hjól alltaf og Coca-Cola jólasveitin, við þekkjum eiginlega engan annan. Nei, ekki bara 13 ára. Nei, eða þú skilur þú veist, þeir samt mæta á jólabrönns í rauðu, ekki klæddir eins og stekkjastaur og stúfur, skilur. Fraud. Já, þeir eru ekkert eitthvað svona eins og okkur lúðar og esjunni, þú veist, þeir mæta bara eins og Coca-Cola. Eða þeir eru heima í esjunni? Apparently. Vá, það var alveg trippy að búa í Mosó, bara eitthvað alveg nálægt í jólasveinu og grillu. Eða þú veist, ég heyrði eitthvað segja það á brönnsi, ég veit ekki alveg hvort að það er eitthvað rétt, en... Alveg fyrir nálægt okkur. Já, en ef þið viljið hitta Coca-Cola jólasveinin, þá er það option. Þú getur fara að sit in his lap, sko. Fyrst það er búin að þig. Ég var reyndur eftir að gera það. Já, ég eftir að gera það. Típist þú verður búin að segja einhver frá þig, sko. Án gríns. Án emblu. Já, bara fara bara, hæ, sæti. Veistu hvað mig langar í? Hérna, þetta er frá 2-4 helgar í Smárlindri. Og
maður fer, maður getur tekið mynd og það fyrir maður útprentaða mynd. Mér finnst það svo cute. Svo cute. Svo gaman að fá hana sko strax, ekki eitthvað að senda í e-maili. Einmitt, já. Að fá myndina að senda. Það er best. Strax. Ég held ég þurfa að taka sopa þessu kóki því að þetta er að fara að flæða upp úr hjá mér. Já, take a sip. Þetta er nefnilega, þetta var svo alveg auðlýsing sko, þetta er svo góð sopi. Mér leiði þessu yfir auðlýsingu. Er það ekki? Jú, ég var bara, wow. En þetta er bara sko, ég kom með slushy henni inn í. Það kom smá slushy að þér líka. Ég er með smá slushy líka. Við vorum svolítið með þetta svolítið lengi í fristinum. Samt bara 2 tíma eða eitthvað. Það er samt ekki alveg fínt fyrir fristi. En kannski að þið, já. Kannski. Kannski alveg mikið. Kannski er það svolítið mikið. Líka að þetta var alveg heitt áður, sko. Já, við tókum það bara á búðinni. En sko, þetta sprakk ekki á okkur. Herri, já. Það var sniðugt. Gæti gæst. En já, þetta er ekkert eðlilega gott. Þetta er mjög gott. Original Coca-Cola í gleri. Já. Og farið að hitta jólusvein. 2 til 4 helgar Smáralind. Fá mynd með honum. Senda okkur. Senda okkur. Þú má geima það fyrir enga svona. Nei, hérna. Nei, nei. En við þurfum samt að fara. Það var ógst að finna að við eigum þessa mynd bara eitthvað skrifstofu. Við verðum að eiga þessa mynd. Hvað um okkur svona Coca-Cola segul og sittum í ískapinu okkar. En mér langar líka, þú veist, ég er bara ekki búin að hafa tækifæri á að komast í Smáralindina síðan við tókum upp síðasta þátt. Mér langar alveg í pappirinn. Hann geggjaður. Já. Ég fór hana daginn. Ég var endur ekki með hann til að pakka inn. Nei, ég veit. Þú veist, maður verður bara að stela. Já, en ég sá fullt af fólki með pakkaðan Coca-Cola. Já. Og þetta er svo flott. Af því að þú veist, við erum með smá svo rautt þema þetta þyrfti eiginlega þurft að gerast. Já, damn. Eða Coke getur bara sendt okkur pappír. Getur sendt okkur rullu það? Já. Ég var águst ekkert eðlilega til í það. Já, ég líka. Við erum alveg Coca-Cola fans. Já. .com. Algjörlega. Herðu, hvað er í gangi með Sabrina Carpenter? Elsku Sabrina mín. Ok, talað jóladrama. Einmitt. Þetta er jóladrama. Þetta er tea. Og þetta er svo... Það er svo oft sem maður er búin að heyra eitthvað svona rumor sem að þau séu hætt saman. Svo oft, það er svona nennir maður eiginlega ekki þetta kemur fyrst. Já, en núna er maður svona, ég sá þetta fyrst, ég var bara svona, einmitt. En þetta er bara fakt. Það er bara svolítið. Já, hann er alveg búin að gefa tilkynningu og eitthvað. Já, alveg svona statement, bara láta mig vera statement. Já, ef þetta væri ekki sagt á myndinu að segja, this allegations are not true, skilur. Sagði hann það ekki? Nei, hann sagði bara látið mig og fjölskyldunni vera alveg búin að, þú veist, að fólk er bara eitthvað, en hann sagði eitthvað svona... Já, þú veist, það er ekki rétt kannski, hann hefur haldið framjá eitthvað þannig, en hann er eitthvað we are still together. Hann segir það ekki? Nei. Þannig þau eru hægt saman og allegedly hélt hann framjá. Ásakarnar eru þannig, já. Með, einhver áhrifalda skvísu frá Los Angeles, veit ekki hvað taka ógeðslega mikið fram á hann svo ljósærð, hann heit eitthvað Bracky Hill eða eitthvað. Hvað, já? Já, og þetta kom eitthvað, hann sást út að borða með henni og eitthvað bla bla bla. Það er svona svo steikt. En hún repostar öllu þessum lesum, þessi skvísa. En er hún þá ekki bara feeding the rumor og bara having fun with this? Já, hún var alveg bara cancelled eftir það fyrir að, þú veist, því að hún líka, þetta er eitthvað svona LA fólk veit hver þetta er, ég veit ekkert hver þetta er, en fólk veit alveg hver hún er og hún átti fyrst að hafa lent í því að hélt eitthvað brútalið fram hjá henni. Eitthvað svona TikTok-gæi líka, skilur hana. Ok, ég er bara að vera við ég er ekki búin að rannsaka þetta nógu vel, sko. Ég er ekki búin að rannsaka þetta heldur, en ég er bara búin að sjá endalist þetta á TikTok og fólk að tala þetta. Fólk er alveg, þú veist, að hrauna yfir Barry. Bara svona, hvernig getur hann gert þetta? Bracky Hill. Heitir hann það ekki? Jú. Já. Hvað gerst? Oh my god. Allt í hennu bara að flæða upp úr. Wow, það er bara framlega meira og meira. Þetta er ekki eða næs. Já. Klækin að bráðna og meira kókar að koma. Já, Geðvitt. rosalegt. En þessi Bracky Hill, já, einhver svona internet personality. Þú veist, annað orðið í rauninu örugglega yfir áhrifavald, basically. Já. Og og er einmitt bandarísk, fædd 2003. Hann er 21 árs. Já. Og hann er alveg, 92 módel eða eitthvað? Já, hann er alveg svolítið eldri. Þannig að hvað, hún væri 21? Já, hún er fædd 2003. Og hann 30 eitthvað. Já. Ég meina, þú veist, hún er bara, ef þú horfir líka myndir hann, þetta er bara, it's a kid, sko. I feel like it's a kid, já, sko. Já, hún lukkar mjög ung. En hver er ástæðan okkur sagt að þau hafi, var ekki eitthvað svona... Þau átti að sést. Já, ok. Ég sá líka eitthvað að hún átti að hafa,
hann átti að vera sérstakstæðar og svo postar hún í story og hún á nákvæmlega sama stað og ég svona, ef fólk make accusation bara út frá því það getur alveg verið að það sé eina, sko og ég veist, hún allavega, þú veist, segir þetta sé ekki rétt, hún kom svo fram og gerði eitthvað TikTok Brekki? Já, þess að hún bara, þetta er ekki rétt ég repostaði bara öllu sem ég talaði mig í eitthvað gefur öllu hæp sem er hennar nafn í það er rosalega að vera bendlaði við þessar stórstjörnur skilur og það klátt við það já, þú veist, þetta er hún hún svo einski sem ég síðan er Saltburn, skilur þannig að, þú veist ég held alltaf samt að þau eru hætt saman mér finnst það alveg ólíklegt að hún sé gellan sem að því hún var að reposta fattarðu, þú veist, þá svona getur ekki verið að þetta hafi hún og hún hafi bara willingly verið að reposta þetta það var svo skrítið já. En þú veist ekki, þú veist, líka ef þau væri að fara að date saman það er svo ógeðslega svona höflig já, þá ertu svona að reyna að láta eitthvað sjást en ef þau væri bara eitthvað að þú veist að hún var að sjást fyrir þetta íbúðina eða eitthvað þannig þá myndi kannski, þú veist, meira svona að fatta af hverju hún væri bara, hei, þetta var ég, skilur já, en hitt er svona að reyna að vera public, þannig að þarf hvort þér ekki að vera eitthvað að fela eða dínæja, eða þú veist Akkur myndir að fara á date með ykkur með það má ekki vita það Já, en ætli þau séu ekki bara, þú veist, þau eru allan að hætt saman looks like að því hann gaf út þessu yfirlýsingu Já, og þú áttu að hafa hætt saman sko áður en LA tónleikanar Sabrina voru Þannig að áður en Domingo dótið kom, skilja á tónleikunum þess að það voru nefnilega myndir að henni fyrir eitthvað sem veit ekki hvað Domingo er, viltu útskýra? Já, Domingo er þess að úr SNL sketsinum með Ariana Grande ég veit alveg hvað hvernig var þetta lagið? Guð, ég maður ekki Það datt út á Íslandi, varstu? Já, þetta við ætlum að gera þetta TikTok en þetta er þess að bara skets það sem er eitthvað Domingo sem kemur og þetta er svona espresso-lagið og Ariana Grande og það er að syngja eitthvað illa blablabla, ég held að veit alveg hvað þetta er en hann kemur svo satt á tónleikana, ég ætla svona að hvort ég get fundið þetta þó þetta er í huga að fólk veit alveg hvað þetta er Já, svona tala bótið eitthvað sem veit So we wrote a break from Matthew Just kidding, Matt We're glad she Svo kemur Domingo Það er, já Ok, þetta er alltaf í þessu sketsi Þetta er karakter í SNL sketsi Já, og það var basically bara svona smá búið eyðileggja espresso-lagið að því að fólk var bara á tónleikunum að syngja Domingo útgáfana frekar og hún svaraði þannig með því að hún alltaf með eitthvað svona hottie sem hún arrests áður hún tekur Juno-lagið og það byrjaði að vera svona frekar svona random, svo byrjaði þetta alltaf eiginlega að vera svona celebrity frækt fólk eitthvað sem var á tónleikunum og þá kemur Domingo einum LA tónleikunum tjóðlar það geggjað og þá hún basically að þau gera grín af blablabla en hann kemur og tekur svona 8 words bara niðri og hún, þú veist, hann tekur hann en backstage myndirnar eru svona smá svona maður er bara, what's going on? Já, flirty-lurdy Já, þú veist, það er svona mynd af henni vera svona outfit revíla og hann er bara, þú veist, smá svona sjúk og bara svona out of words svo sittur þau upp í sofa og hann bara the hand placement er bara on the thighs sko og fólk er alveg að shipa þetta hart núna þetta er þess að Marcelo Menendez Hvað með? Nei, Hernandez, ásækju Hernandez Hann er þess að í SNL og þekktur fyrir hann Babyface sketsin með Timothy Chalamet og hann er mjög fyndin kauður sko fyndi hvað þess að SNL-stjörnur þær eru þetta er næstu Pete Davidson aldrei, já, þetta er svona þannig ég var að koma inn á það þetta er svona þannig hvað er hann gamall? En, veist, hann er alltið bara, hann var bara frægur út af hún hafa aldrei framjá já, bara allt getur verið sko við veitum aldrei we will never know nei maybe who knows, já en við fórum pottið að vita einhver hints úr The Music nýjast tónlistarinnar sko já og bara tónleikum hún geti bara komið eitthvað eina sníki í setningu sko já, emitt fólki er alveg fulli your coke's alive en Marcelo er sem sagt 27 ára hann er fættur 97 hann er Leo
og hann er bara stand-up comedian og er í SNL. Meira veit ég ekki manninn. Ok, spennandi. Hérna er myndin. Herðu, hann bara postaði hann á Instagrami, sko. Já, hann er bara þarna. Já. Hann er ekki með þetta alveg skegg. Nei. Þetta er Domingo búningurinn, sko. Já, þetta er placement, sko. Já. Þau lúka vel saman, sko. they could be Ég veit þetta something. er smá fresh. Já. En þú veist, geðið fyndin bæði Já. og bara einhvern veginn svona hjónasvipi með þeim. Einmitt. Myndi. Kók er frá valda með kvíða. Það er bara komið alveg. Það er með einbytt af mér. Kvíðakókið hérna. Ég voru að hlusta á þessu. Ég næ aldrei að taka sopa þegar það kemur ekkert út. Ekki hafa þetta alveg í 2 tíma kannski í frystirum. En kalt er það, ha? Kalt er það. Svo kalt. Hvað fyndi? Okay. Vonandi er ég búin að taka nóg Já. mikið sopa þetta ætti ekki geta gest á þér. En þú veist, það er svo stutt sem við sáum Berri bara á tónleikunum hennar og Já. eitthvað. Æ, þú veist, það er alltaf jafnlegilegt að fólk hætti saman. Ég veit það. En þú veist, það statement sem þessi friend áttu að gefið út var að þau voru bæði unga og einbyttu sér af their careers. Þetta var ekkert eitthvað svona cheating þaðan. Nei. Það er bara eitthvað sem fólk er að spekulata. Já, og það þarf alltaf að gera eitthvað að vonda gæjanum alltaf í ykkur Always. svona. Þú veist, maður vill alltaf einhver fokkaði upp. Já. Það er erfið að sætta sig við bara, nei, we grew apart. Já. Maður bara, nei. Nei, hver hélt Who fram hjá? fucked up, skilur, já. Því akkur myndir vilja hætta með Sabrina Carpenter? Hlýtur að vera. Nei, það, þú En svo búið náttúrulega, hann er náttúrulega, þú veist, á barni í Írlandi Já. og Það bæði er bara challenge. geðveikt successful, eða þú veist, bara hann leikar hún náttúrulega touring. Já, og svo líka eru bæði á svo miklum prime time, þú veist, bara, og það er erfitt að sinna örugglega sambandi. Já. Og fjölskyldu. Og fjölskyldu, auðvitað, já, Hann er klálega. náttúrulega á fjölskyldu. Já. Eða á badskiluru. Já, sem er náttúrulega örugglega erfitt. Já, alveg 100%. Já. En já, það er greinlega fólk bara að byrja, þú veist, að senda ykkur svona, að standa fyrir framan heimilishúsið hans. Og það er Írlandi hræðilegt, og maður. svona, já. Fólk náttúrulega getur gengið svo langt og það er alveg galið, sko. Ætla hann sé að followa hann ennþá? Manstu, Hann var bara að fara að followa hana. Oh my god, það fyrir nú, maður verður nú búin að sjá það á TikTok að hann verður bara Já, að örugglega. followa. Hann þorði því ekki strax. Hann hétt eitthvað Kjógen. Hann er örugglega að bíða eftir, hann gæti verið búin að deaktivita. Hann er pottið búin að því, finnur hann ekki? Það gæti verið að þau getur ímyndað komment sem hans voru örugglega bara Kjógen, já. Sabrina Carpenter á lausu, sko. Guys. Hérna, Kjógen 92, nei, ok. Hann er búin að eða. Hann er búin að deaktivita Instagrami. Já. Gat nú verið. Þannig að við Skiljalegt samt, ef hann er að fá fullt að heitskilabóðum að vera bara, heyrðu, ég Já. læt ekki, þú veist, höfum mér upp á þetta. Já, klálega, leðalegt. Bara, Já, mjög leiðilegt, en við bara fylgjumst með máli. ætla hún sé að followa hann. Ekki ef hann er búin að deaktivita. Æja, fuck. Þá er hún ekki, þá getur hún ekki verið. Sniðu að hún, sniðu að gera það, myndi ekki hann sjá það. Það er mjög snuðt, Já. mjög snuðt, þannig til hann kemur aftur, en það geti verið árum seinna eins og Pete gerði þetta alltaf. Einmitt. Manstu, hann bara leti sig hverfa. Já. Gæti Sabrina og Pete Davidson orðið eitthvað? Akkur gæti það alveg gerst? Það væri bara svo skrítið. Ég veit. Af því að þú veist, bara svona, hún og Ariana hafa verið svo svipaði karakterar, það væri bara eitthvað svo skrítið að gera það sama. Hvað er hann að gera? Pete? Já. Er hann á Instagram eða? Við erum ekki, hann er alltaf hægt að byrja. Akkur hætti hann í SNL? Þú veist, hvað var hann að gera eftir það? Pete Davidson? Fór að leika í myndum, Hvaða? einhverjum sem við höfum ekki séð. Það voru það góðar. Hann er ekki frá að posta síðan 2003, Já. september. Einmitt, Hann var að einmitt. fara í eitthvað tour. Grunlega. Já, Eitthvað með Mr. Beast, hérna. já, ok. Skellilegt. Já. Allavega, gott að rýja upp gamla drauga. Já. Þessi svo fyndi bara, ok, fyndi ekki fyndi, þú veist, þetta var alveg svona, þú veist, toppu hjá okkur einu sinni í viku, bara alveg að tala um hvað Pete var að gera. Já, og því Svo- hann var alltaf allstað. Já, og svo bara hann horfinn Já, og maður spennandi. bara, hvað er hann, skilur? Spremdi að fólk gera þetta. Já, það er alveg smá svona, já, Keep up with Pete Davidson, sko. já, þetta er erfitt, sko. Hann er bara komið nýr Pete. Domingo. Eða, Já, þú veist, já, Marcello. spennandi. Ég er spennt að fylgjast með honum. Við ætlum, já, þetta er jóladrama, af því að þú veist, heldur við kannski að Sabrina var búin að kaupa jólagjafandunum? Ég veit það ekki.
Mér líður svo að kaupa ekki jólagjafir sem bara hvað. Ekki. Hvað eiga þau að gefa hver öðru? Þau var svona moldaðir. Þú getur stundarlega gefið eitthvað. Já. Svona sentimental, skilurðu. Já. Mér líður bara svona eins og aðstofamenn gera allt fyrir svona frægt fólk. Já, en þú veist kannski búin að hafa þetta fyrir því að hlusta þú veist, að reyna að finna eitthvað sniðugt, skilur, alveg svo bara En það ekki alltaf bara nennir að gefa mér hugmyndir? Nei, ég veit það ekki kannski öðruvísi að byrja saman, en mannstu svo þegar Kris Jenner gaf Kourtney, þú veist, þarna skiltin úr Disney World. Nei. Ok. Hérna, það er allir svo sent, þú veist, hún er á Disney Freak, Kourtney. Var það alveg skilti úr Disney World? Já, og þess að þegar hún var yngri, og það er búið að breyta þessu núna, þú veist, en þegar hún var yngri, Kourtney, og Kris var að fara með Kourtney, ég meitt að tala um það en hérna, þá voru það að leggja bílnum og það voru svona skilti hjá bílastæðum, þannig að þú veist, þú lagðir hjá Mikka eða þú lagðir hjá Mínu eða þú veist, einhverjum svona Disney karakterum svo myndu muna hvað lagði bílnum. Það er vist búið að breyta sig eitthvað í dag, þannig að það er komið ný skilti eitthvað og Kris fékk eitthvað til þess að finna gömlu skiltin og kaupa þau. Það er rosalegt. Það er rosalegt og það er svona geðveikt sentimental fyrir manneskju sem áallt getur keypt sér allt. Og hvað gerir hún með þessi skilti? Það er guð má vita, hengir það í einu af þessum, þú veist 100 herbyggjur sem hún á. Akkurat, skilur við bara guð má vita, en þú veist, það er svona sentimental gjöf, þannig að kannski var hún búin að gefa velja eitthvað svona þannig. Já, eða eitthvað svona engraved expensive ring eitthvað skilur við, já. Ég bara sé ekki fyrir mig hvað þau myndi gefa okkur öðru. Fyrir utan bara eitthvað kynlýstæki eða eitthvað. Gæti gert það. Þau eru alveg svona kinky. Já, hún er alveg þannig. Já. Ég meina, það er verið búin að skamma hana fyrir að vera ekki barnatónleikar. Já, Og svo síðan hvernig Sabrina Carpenter er barnastjarna. Já, ég veit ekki alveg. Öll lögin hennar eru frekar Ég veit ekki alveg hvað það á að hafa komið. Nei. Þú veist, hún er ekkert að þykjast vera eitthvað annað en hún er, sko. Þú veist, hún bara segja, I'm so fucking horny og eitthvað. Já. Mömmina bara að fatta það akkurat á tónleikunum. Já, ég segi það, þú veist, að horfa bara tónlistamyndbundinu eitthvað skilur, bara veistu ekki hvað tónleikur þú ert að fara á. Það er hendar, já. Hún er svona, já, hún hefur líka verið þekkt fyrir að, þú veist, gera þess að dónabrandara með þess að í BBC og bara svona öllu. Þannig að, do your research. Já, þetta er smókalið. En jú, kynlýstæki hefur góðgjöf. Þau hefðu geta, sko, ef þeir eitthvað ennþá leita ykkur og þeir eru svona kannski, einmitt að leita ykkur svona gjöf sem þau gefur kannski bara svona ykkur á milli eða undir eða eitthvað svona kertasnýkir, dæmi þá er varamánaðurinn sjá Blöss rosaleg núna. Tell me about it, sko. Þú ready? Já. Ok, það er mest spennandi sem ég veit. Þú mynd karga. Ok. Hvað er það? Ekki er það. Í desember er varamánaðins hvorki meira niður minna en Womanizer X High on Love gjafasettið. Hættu nú. Sem er á 30% afslætti. Hættu? Nei. Og þetta er sko 2 ómissandi vörur. Þetta er Womanizer Premium 2 ásamt stimulating gelinu frá High on Love. Það þurfa allir að eignast það. Sér þetta sett? Wow. Það er fallegt. Og það er flott líka. High on Love X set Womanizer. Einmitt. Gali dæmi. Sko, gelið, það er bara nokkur drópar gelinu er allt sem þarf til að auka enn frekar unað. Það eigur blóðflæði í snýpin, þetta gel, og ítir undir náttúrulega rakamyndun. Premium 2 Womanizer er háklassa sóðtæki. Og bara þvílíkur luxus. Þetta er luxus sett. Þetta er geggjugjöf. Þetta er geggjugjöf. Og líka, veistu hvað? Og líka, veistu hvað? Bara normalize líka að þau kaupi ykkur, þú veist, eitthvað saman. Skilur þú veist, þannig að ef það er einn í sambandinu með snýp, ég þannig keypti það saman, skilur Hvað þarf við? Já, ég meina. Af því að þú veist, þetta benefits both of them. Já, þau skilið hjálpar við góða rakamyndun og svona þannig að. Akkurat. Ég meina, það er gott fyrir alla. 30%? Mér finnst þetta alveg gali, sko. Ég alveg missi síman bara róli. Já. Bara alveg að missa vatnið hérna, passaði þig. Fullkomin gjöfundi kottan og aðfangardagskvöld. Damn. Það er true. Já. Bara eftir allt saman. Já, bara heyrðu það er einn líka. Já. Það er ekki svo lítið, þannig er alveg svona stóra. Já, alveg kíkt undir kottan. Wow. Damn. Það var engin dottið það í hug. Einmitt. Það er bara búin að missa allir tennurnar og fara ekkert lengur undir kottan. Rétt. Það er þetta alveg hárrétt. Ok, normulega sá að tannálurinn kom aftur með with a kinky style. Já. Ok, þetta er mjög skemmtilegt. Kinky tannálurinn.
Já, en já, við vorum með okkur datt í hug þetta jóladrama, því að þú veist, það eru svo margir sem bara svona, og þetta byrjar alveg, þú veist, þetta náttúrulega getur byrjað bara hvenær sem í lífinu að það myndist eitthvað drama, þú veist, það getur eitthvað fjölskyldudrama og eitthvað þannig, svo myndast líka rosa mikið þegar fólk byrja saman og það þarf að fara að splitta jólum. Búa saman. Já, eða bara byrja saman, þú veist. Byrja saman. Þegar bara fólk byrja saman í sambandi, þú veist, og þá kannski eitthvað svona, við erum með minni. Byrja saman. Byrja saman, skilur, byrjar í sambundum eða þannig. Þá getur það orðið eitthvað svona, hvar er að vera? Maður er alltaf að reyna, þú veist, hafa alla góða, en maður getur ekki klóna sig og vera á 5 stöðum. Og skilnaðbörn, það geta vel. Jeps, we do. Skilur við hana, þetta er svona, já, þetta er alls konar. Já. Fyrir utan alltaf, þú veist, öll boðin sem eru síðan í kringum, ekkert bara aðfangadag, líka bara boðin, þú veist, það er alltaf, þú veist, eða þú veist, það er margir sem kannast það að þekki, eða þú veist, vera með eitthvað í fjölskyldu sem bara hún er ekkert að hitta, eða þú veist, eða svona manneski sem, þú veist, Jói frændi, hann er alltaf hann að hellaður, skilur við, þú veist, eitthvað svona, eitthvað bara. Og þú veist, það er svo leiðilegt að þetta sé stundum atmóið jólin. En ég held að allir geta tengt við það. Já, svona fjölskyldu dæmi, sko. Það getur verið stórhættulegt, sko. Já. You know what I mean. Já. Það er svona alltaf, allir reyna að dipsa þau komið til þessan. Man er langa bara að vera heima í staðin fyrir að velja á milli. Já. Svo er það ekki einu sinni bara það hvað ætlar að vera. Svo getur gjafir verið hella drama. Bara, þú veist... Það getur alveg verið sitt skiluru, þú veist, þú getur sagt ykkur að þú ætlar að gefa eitthvað, þau kaupa það eða þú veist, eitthvað svona þannig dæmi, svo getur verið bara einmitt, þú veist, þú nennir ekki að hitta eitthvað fjölskyldumælum, en jólabóðið þú veist, gjör svo vel að mæta eitthvað, svo farið meðvirknir að mæta ekki, hvað er meira dæmi svona, svo bara rifrildi, drykja. Já, spil. Spil. Spil, það getur alveg kostum sín, sko. Já. Og bara eitthvað, já, þú veist, allt þetta er alveg, þú veist, þetta er... Hvaða myndi vilja horfa á? Já, einmitt. Þetta verður drama. Þetta er alveg hellaðu tími, sko, þú veist, fyrir utan hvað þetta getur ógeðslega svona skemmtilegu tími, ógeðslega skemmtilegu tími, þá getur þetta verið hellaður svona dramatími líka. En svo náttúrulega líka ógeðslega, þú veist, það er náttúrulega líka fólk sem að tengir, eða þú veist, eins og þegar við tölum við fólk og þannig, hvað ertu í jólabatn og eitthvað svona, sumir bara nei, og það er oft svona trámatengt líka, bara eitthvað svona að eitthvað kom fyrir jólin. Já, eitthvað kom fyrir jólin og það getur líka verið bara, þú veist, það getur verið að völdum jólana sem eitthvað kom fyrir, fattar þú veist, að því að sumt fólk bara keyrir sig út af stressi. Já. Og bara, þú veist, bara fílar ekki að vera svona undir svona miklu álagi og þannig. Og það er bara svona triggerar eitthvað annað tráma, skilur álag eða stressa, whatever. Þannig að þetta er alveg svona við erum að muna að fara inn í þetta smá svona smooth sailing, bara whatever happens og svo þurfum við líka bara eitthvað, ég veit ekki, droppa meðvirkni. Já, bara... Þurfum ekki bara allir að átta sig á að það er ekki hægt að gera allt. Einmitt. Og það er alltaf lægi bara að ákveða að vera bara heima, eða þú veist. Já. Það er bara einn. Já, en ég líka tala um bara fólki sem er að pressa á þig, þú veist, þarf það ekki bara líka svolítið að fara að læra, herðu, ok, þetta er ekki með illu ráði gert, að þau ætli ekki að koma til mín eða þau ætli ekki að gera þetta eða þú veist, fannst hvað ég tala um. Það þurfa svolítið allir að fara inn þetta mojo bara, hey, whatever floats your boat, works for me, þú veist, eitthvað svona. Ég veit ekki. Já. Ég held að líka. Þú take it on a chill pill, sko. Já. Ég held það, sko. En við vorum að spyrja ykkur og það var ekki lítið sem var sendt inn. Vissir að stendur inn í lokinu? Hvað stendur? Hérna stendur joy og lítið hjarta. Inn í kóklokinu. Já, hérna stendur a straw, spurningum ekki. Ég væri alveg til í a straw. Já, ég líka. Ég hef aldrei tekið eftir þessu. Nei, þetta er þetta mjög skemmtilegt. Það er cute. Allir að kíkja í tappana sína. Þetta er þetta bara mjög cute, sko. En já, við spurðum ykkur hvort þið varum með eitthvað tea. Já, hvað er svona, þú veist, stærsta eða eftirminnilegasta dramað? Ok, er eitthvað hjá þér sem er svona, við tökum á léttunóturum, ekki eitthvað svona... Sko, það er ekki drama, það er bara svona... Ég ætla að reyna að fara til allra. Og mér finnst það svona óþægilegt eins og þegar ég er bara hjá mömmu og ég þarf að fara, svo, að ég var búin að lofa að fara í hina fjölskylduna líka og það er bara svona...
ég held að sé bara svona, ég sem að gera mesta drama úr því bara fyrir sjálf á mig, sko. Þetta það, meðvirkni sjálfur sér einhvern veginn oft sem að önnur drama sem að ég man eftir sem eru mitt, þú veist, að ég tengi við þetta líka skilnaðarbarn og svo á ég líka, þú veist, maka og barn með maka, þú veist, þannig að vilja allir hafa mann. En annað drama, svona, þú veist, sátum eitthvað við matarborðið og, þú veist, amma rakst í kerti og það kveiknaði í dúknum. Oh my. Það er rosalegt. Það er alveg drama. Já. Og svo þarna jólasöguna sem ég sagt ráður, það breki opna alla pakkana. Já. Litli bróður minn. Ég held að jólin var ónýtt. Þau eru það. Já. Þú veist, það var bara... Það er ógeðslega leiðilegt. Að vakna nóttina þegar mamma tekur hárblásar á okkur, sko, bara gargar á okkur svo mikið. Þú veist, þá var ég bara, guð, jólin er ónýtt, sko. Bara held að allir væri að fara að vera í fílu jólin, sko. Mitt. Þetta var bara aðfangadags og hann opnaði þess að alla sína pakka. Allt sínir samt. Bara sína. Ok. Það er fair. Já, þú veist. Pælur að opna alla pakkana? Nei, bara sína. Það er leiðilegast að við þetta er að þurfa að pakka þeim aftur inn. Hún mamma gerði það ekki neitt, sko. Hún bara leiði hann að vera búið með það. Og þú opnaði bara engi kvöld. Vá, hvað er leiðilegt fyrir hann? Já. Hann er honum að kenna, hann hafa barn. En pældi ég að vera bara, fokk, hvað gerði ég? Já. Kvöldið, allir á svona pakkan og þú. Það var svo fyndið moment, þetta var svona moment sem ég mun aldrei, það ég sko algjör gullfiskur, ég gleymi öllu, en þetta er bara, það er svona minning í haustum á mér, bara svona sem ég mun aldrei gleyma. Ég man, þú veist, það var bara svart úti, ég man hvað jólaseríur voru með, að ég man þetta svo vel. Pappír út allt, Lego út allt, þú veist, hann er ekki bara búin að opna og sjá þessi Lego, hann er búin að opna Legoið. Fekk sjónvarp frá ömmu svona afa, sem var með svona, þú veist, þú gast sett DFD beint í, búin að tengja það og setja spóli í, sko. Vá, vel gert. Já, bara byrjar að horfa og Lego, bara þegar mamma vaknar. Það var bara svona engin svona stopp í honum í miðjum klíðum, bara hana. Ekki neitt. Það var bara svona, kannski ætti ég ekki vera að þessu, af því að hann er bara byrjar að tengja sjónvarp og setja spólina í og... Það var bara, og ég man bara að fara upp í rúm og það, þú veist, hún var búin að vakna og skamma okkur og þú veist, eitthvað bara, ég man bara leggist þannig Ég held hún að þú hefði gert það líka, eða? Nei, hún ætla bara að skamma mig bara ógeðslega mikið fyrir að vera, þú veist, eldra systkin og hafa ekki stoppað þetta. Áttu þú bara vaknað við þetta? Ég var vakandi. Sástu þetta að gera? Já, ég var allt saman og ég var stopp, sko, fólk sem þekkir ekki breka á þessi tíma, sko, þegar hann sagði eitthvað svona, ég ætla að hlaupa eftir minn híf, þá gerði hann það. Já. Hann var ekkert að grínast og hann var að stingi hurðina, skilur. Góður, hann sem var svona tjökki bara. Þetta var bara, hann var bara crazy kid, skilur, og bara, hann fór inn til mömmu miðjanótt, sagði, það komið jól, má ég opna pakkana? Hún upp úr svefni, segi bara já, að hún er steinsofandi. Ég gæti ekki stoppað hann þá. Hann var bara að fá jáið sitt. Hann hefði bara drepið mig. Það var bara ding, switch. Já. Það var bara switch, það var bara the maniac í svo hann, skilur. Shit. Og hann að ég var alveg hella, ég vakna við þetta þegar hann er byrjaður og reyna að stoppa þetta þá, skilur. Ég var ekki með from the get-go. Við vöknuðum ekki á sama tímu miðanótt. En ég heyrði í honum og brasinu. Ég hefði verið bara loka í honum. I did not see anything. Já. Ég hefði átt að gera það en ég var náttúrulega bara mjög stressuð sko að hann væri að opna mína pakka en þú varst ekki að veka með mig eða? Jú, ég var að reyna, bara virka ekki neitt sko. Hún hefur bara verið bara nýsopna eftir að búin að þrífa eitthvað, það er einmitt málið, þú veist oft í gamla þetta bara mömmu voru svo mikið að keyra sig út af því það þurfti allt bara, þú veist, hver einasta glugga rifa þurfti að vera hreinust í heimi þannig hérna, já, það var jóladrama mjög mikið það er sem þetta hug. En hvað sögðu þið? Tjekkum á því. Einu sem ég mann svona sem var svona öðruvísi og jólinn var þegar náttúrulega litla systir mín fæðist 23. desember. Það er enda rosalegt. Og ég var bara, er ekki að fara að vera jól? Já. Hún átti sko að fæðast í janúar. Hún kom svo mikið fyrr. Já, þannig ég var bara, oh my god, og ég var bara strauja öll barnafötin, bara svo að væri allt tilbúið fyrir hana. Æ, ertu sætust. Ég var svo spennt að vera stórsystir sko. Eða? Litla systir í 11 ár. Ég veist 11 ára. En manstu eftir, þú veist, komur sér heim með hann af spítalanum þá á aðfangadag eða? Minnir það. Í minningunum var það þannig. Að það var alveg komin aðfangadagur þegar mamma kemur heim. En ég man það ekki alveg 100%. Það er svona líklegt. Ég man að við Rebecca settum sjálfar, þú veist jólasveitin kom að okkar eigin vegum og þannig, skilur. Já, það. En það var alveg, þú veist, við sem alveg hvað var. Ok. En við bara áttum bara svona morgun saman þar sem ég held að þau voru bæði bara, upp á fæðingardeild, já.
þannig en þú veist, það var bara gaman í okkur við varum bara að preppa jólin en svo bara komu þau, skilur og það var allt tilbúið, thank God þetta var svona smá öðruvísi en ég man ekki alveg 100% ég man þetta var svona skrítið allt öðruvísi mjög skemmtilegt en mjög skrítið líka skrítið bara eitthvað svona þú veist, líka skrítið fyrir þú veist, mömmuðina og stjúpappa en skilur bara svona þurfa síðan að fara heima elda eitthvað hella máltíð daginn eftir að bleika ég man valla eftir svona hvernig jóli voru eftir það skilur, eftir ég man bara eftir morgununum og öllu því en ég veit það ekki við þurfum að spyrja mömmu við þurfum að spyrja út í þetta líka að því bara áverðt að fá hennar sjónur bara komum bara heim með nýfætt barn og var bara þú veist, oftur konum bara í bleiur skilur bara eitthvað, við veist, bara halda gleðileg jól, þetta er svona hella sko. Að ég man ekki hvort við fórum ekki til pappa eða eitthvað hannig ég man ekki alveg hvernig það var, þar spyrum við út í þetta já, gerða, hvað er með sögu í næsta í minni minningu, þá vorum við bara heima að horfa á jólaspólu og þú veist, eitthvað en gæti verið muna önnur jól allavega já, 100% svo rennur þetta alltaf eintökum þeim en þú voru að koma sögu í næsta þetta spyrum við meina þið hérna senduðu okkur það kveiknaði einu sinni í kettinum hjá henni það er helvíti drama þú veist hvað meinar? Hvernig kveiknaði kettin einum? Það ekki verið bara skott í öllum þessu kertum eða eitthvað það gæti alveg verið já greið það er alveg hættulega tími þetta er alltaf, það er ógstlega mikið að gera hjá bara þeir líka hoppa upp á borðinu og eitthvað þannig að þeir eru bara mjög miklu eldhættu guðin eða passa kísinu ekkert ég má gera með einn kerti núna nema í bara brjóstahæð á meðalmannsku jafnvel herra já, allavega þau skottið hans er svona einsmetir þannig að engin stofuborði eitthvað þannig skottið á Róma og svo satt hann er böðull við getum ekki, ég þurfti bara að selja stofuborðið mín af því hann var bara náttúrulega brjótaði þannig að allir kertasækar þeir eiginlega bara beiglaðir heima yfir sem að bara búff bara í gólu ok, einmitt það er leðilegt sko já, það er mjög leðilegt Bensi vill sko fá sófaborð sem er í hæð við mataborð ég bara, það gengur ekki hvað er að sitja í sófaborð ég bara, hvað meina, freka bara sleppa hjá sófaborð já, hvað er að tala um hvað er það að meina? Þú veist, það meikar ekki sens að sófaborð sem mikið hærra en sófinn, sko. Nei, ekkert sens. Þá var þetta bara eins og It beats the purpose of sófaborð. Já, hvað meinar þið? Right. Ok, já, en ég meina, við erum öll með okkar óskalista. Já. Eins og sér hérna þegar mamma og pappi voru rífast eins og alla daga nema spöruðu það ekkert það kvöld. Og þau eru skilin núna, segir hún. Það ætti bara að vera svona regla, þú veist, allar sérstaklega einmitt á milli foreldra bara, þú veist. Bannað að rífast um jólin. Bannað að rífast, já. Foreldrar mínir hættu saman viku fyrir jól á 24. þurftu við að eyða honum með nýja kæra og mömmu. Já, nýja kæra sem hjá mömmu. Vá. Ói. Viku fyrir og bara strax komið nýjan. Það er harsh. Það er vont fyrir lítil hjörtu, sko. Æ. Þegar ég misti mjólkuglasið mitt á jólakjólunar af mömmu. Það er leðilegt. Æjá, þú varst líka örugglega alveg frekar mikið skömmu ef þú manst eftir ef þú ert að skrifa þetta hingað. Já, og líka þú manst eftir að hvernig fæstu þau senast mjólkuglas og aðfangadag eða þú lítur að vera mjög lítil. Ekki beint drama en amma dó aðfangadag. Það er hægilegt. Það er líka eitt sem spilar óslinni að þetta getur verið sjúklega erfið tími fyrir marga er bara að, þú veist... maður missir eitthvað náðu sér þessu tíma. Já, eða bara, þú veist, mistir eitthvað fyrir árinu sem þú ætlar að halda gleði jól með, þú veist, eitthvað. Ræðilegt. Smá trauma dump. Þú veist, það bara, you guys, you can always. Að við kerðið til okkar drukkin og lendi bílslýs á aðfangadag. Ég segi að það er mjög mikil drykja sem fylgir þessu jólumstundum sem getur verið mjög erfið fyrir mjög marga. Það er sko sparkle emoji eins og eftir þetta. Fancy. Þegar pabbi gaf mömmu sömu bókina 3. ári í röð. Já, ég get ímyndað mér. Það er mikið svona kallmaður að gefa. Já, þetta er svo hef ég ekki sagt að pabbi gaf mömmu rjómasprautunar. Jú. Svo ég held að hún væri að fá skarkgripi og fá gashylki í rjómasprautu. Þetta er hefur ekki séð eitthvað svona kauða á TikTok verið að gera þetta núna. Það er alltaf svona, finna ykkur hlut bara, já, hún byrjar á S, þannig ég ætti kannski að gefa henni S hálsmenn. En ég ætla að kaupa A, það er fyrst í stafrónu. Skilur? Bara,
Þetta bara típisk gaur, bara kaupa eitthvað sem hún vill ekki. Þetta ógeðslega fyndið. En nei, þetta meika mest sens svo næsta ári þá gef ég henni B. Svo... það ógeðslega fyndið. Amma og afi skildu yfir miðjum jólamat. Amma og afi, sko. Þá ertu komin nóg. Já. Það var beðið bickering for years. Og líka, ef það er ekki hægt að bíða til jóladags, sko, ef þú ert bara við jólamatinn, bara, this over. Já, hvað gerðan? Vá, hvað ég er forvitin. Þetta er svo ekki jólabíómynd. Já. Afi hélt jólaboð, bauð ekki mömmu, heldur bara börnunum sem hann á með stjúpu. Og hennar börnum, eða ekki? Og hennar börnum. Bauð ekki henni, heldur stjúp... Hann bauð ekki mömmunar. Já, en bauð öllum börnunum og stjúpbörnunum. Já. En þetta, bara dæmi, þótt ég skil ekki alveg, en dæmi bara svona jólaboð, þetta er drama. Hver er búið, hver er ekki búið. Þetta er erfitt, sko. Já. Tengd og keypti sömu gjöf fyrir kærastan. Úff. Það er vont. Það er mjög vont. Rosalegt. Líka viljandi gert. Líka bara, já, það glætan að ég og tengd myndi bara hugsa sama hlutin, held ég. Nei, það er viljandi gert hérna. Já, ok. Þú veist, þannig að... Viljandi gert. Hvað fáviti gerir það? Það er náttúrulega, þú veist, það er náttúrulega til heila bíómyndir Mother-in-law, skilur, þú veist, það er bara... Við þurfum bara að taka sér þátt fyrir það. Bara Mother-in-law. Þannig að senda okkur bara ykkar verstu Monster-in-law sögur. Tökum Monster-in-law sögur. Það er geðveik pæling. Af því að þetta er einmitt bara svona, þú veist, maður heyrst mikið svona, bara svona dick moves í kringum svona hátíðir. Þá er þetta eitthvað gert til þess að sko overshadowa eða overpower eða eitthvað. Eða bara svona afbrýðsemi stæmi að vera konan númer 1. Já, bara ég ætla að vera konan númer 1. Já, akkur eru strákumömmur svona? Strákumömmur, tell us. Hvað er í gangi? Er þetta eitthvað rugglaðara? Því að sjensin, ef Emblalíf, eða þegar Emblalíf eignast eitthvað að maka, að ég færi að vera bara, ég ætla að gefa makanum sömu gjöf. Ég myndi frekar upp að gjöfuna. Veistu hvað ég meina? Já, kaupa betri gjöf heldur en ef þú ætlar að vera í þessu en það er örugglega miklu algengara að það gerir það bara að þú gefur Apple Watch og þá er hún bara MacBook bara Jesus og ég get ekki myndið að vera að keppa svona, það er ógeðslega leiðilegt hræðilegt næst er hérna mom and dad hættu saman það er glæða jólin já, wow, ok einu sinni hellti mamma mín humarsúpu sem ég átti að vera forrætt og ég brendi mig illa. Æ, það er hræðilegt. Það er mjög umulegt. Einu sinni lamdi pabbi minn mömmu mína með hangikjöti. Ég held að þetta sé líka saga. Nærðu andanum worried about your baby sko ég get ekki verið ég byrja að gráta yfir mínum eigin hlátri hvað gerðist þú? Ég hef aldrei heilt í þér með það hlátur literally, það lítur að vera því það er eitthvað liggandi á lunganum mínu eða eitthvað ég vil fá smá flashback til seinast þú varst ólétt ég held þú ljótt svona líka á hverju þessi búin að reykja í 18 ár ég er ekki góð já, hvað gerst þetta? Þú átt að vera með fuglaljóðin núna því að hlægjum báðar það ekki bara engin ljóð það er ræðilega ég á að vera að garga hérna eins og fólki oh my freaking god er ég öll svört? já, nei, það er öll tárum bara ok en ég veit ekki, ef þetta er ekki legasaga þá mæli ég með kannski að þú
Það var alveg gott að kíkja kannski til sálfræðings því að þetta mjög skrítið. Já. Já. Til að klára þetta einu sinni landi pabbi minn mömmu mín að við kíkja þig út. Erum að hlæja? Ég vona að þetta sé ekki satt af því það er ræðald þessum að hlæja. Nei, líka því mér fannst að finna hún ætla að rífast. Já, rífast með eði. Það sem er svona gengin og gengi kynlíf. Hangikislæri. Sorry. En það væri líka trauma. Það væri 100% trauma, sko. Oh my freaking god. Sorry, þetta er náttúrulega ekki fyndið ef þetta gerðist, skilur. En þetta er líka svona, oft er fólk með reaction við ykkur. Já, þetta er, já. Það er þekkt dæmi að fólk hlægi jarðarförum. Já, hann að við værum þar. Ekki kenna okkur, já. Kenna okkur Nei, þannig að, ok. Held sér ná mér þetta. Mamma kveikti í tvisvarsinnum á heima aðfokadag og var með kertum. En til panik. Já, það er ángríns. Það er ógeðslega, maður þarf ótrúlega mikið að passa sig núna með kerti og gardínur. Já, og ekki bara það. Ég sá okkur umræði, manni hvort það var beauty tips, maður tipsa hvað þetta var. Það var okkur svona Facebook-grúpu. Slekkur á öllum jólaserjum þú fyrir að sofa? Nei, en það eru bara ógeðslega margir sem bara, já, alltaf. Bara slökk á jólatrénu, slökk á öllum serjum út af eldhættu. Það er svo leiðilegt. Ég veit, þú veist það svona punkturinn labba fram og það er ljós frammi. Í myrkrinu, en sumir með svona tæmer það rosalega sniðut. Já. Ég er með þannig eða þú veist, ég er með þannig það er þannig á jólatrénu sem enni á emblu, mér það er þægilegt að vita að það slekkur bara á sér eftir, þú veist, einhverja 2 tíma eða eitthvað, þannig að þegar hún er sofnuð þá mun það slökna. Já. En það var eitthvað sín á TikTok, sástu eitthvað svona húsið sitt sem brendi. Já, ég sá þetta, Það voru þetta fjöltengi. Já. Hellað. Og bara þá, ég held að ég er að fara með rétt mál, en þá var það fjöltengi í fjöltengi. Ok. Já. Þannig að maður þarf að passa það. Og passa endurnýja fjöltengi sín. Ég sá það eitthvað kommenti. Einmitt, maður notar alltaf bara 100 ára gömul fjöltengi. Þú fjöltengi. veist ekki, já, maður veit ekkert hvað þessi fjöltengi eru gömul, en það er kannski gott einu sinni, þú veist. Og svo er líka bara mikil umræðum að skipta upp reykskynjara. Já. Eða batteri í reykskynjara. Og, slökkuvörtækið. Já, algjörlega. Þegar ég sá þetta, þá var ég bara svona, ég hef aldrei keypt mér nýtt. Nei, ekki heldur. Hefurðu? Nei. Og þá er það gaurinn? Þá var það glúturni. Það er svoleiðis. Það rennur úr bara eitthvað 2 ára fresti eitthvað, sko. Ok. Það skipts út, já. Sá ég vinkonum daginn, þá var hún að setja sitt fram á gang og þeir komu allir og skiptir, það er greinlega þjónusta í húsfélaginu þeim. Ég eitthvað, hvað snitt? Ok, það er þetta mjög næs, já. Að því að maður gleymi þess, hvað er fokkanum færðu slökkutæki? Það er tilgæð flott. Já, mér langar um þannig að ég mitt sérst. Já, mitt líka. En það er samt að svona rauðu eru best, dæmi. Það? Já. Ok. En það er svona mest vottuð eða eitthvað hannig. Já, ok. En þetta var þörf umræða. Já. En ég sá bara, einu sinni hefur kveiknaði heima mér út á kertum og gardínum. Já, það? Já, og bara því að pingu lítil. En svo sá ég í gær, ég var í matabóði og þá var þau nýkomin nýja gardínur og bara svalarhurðin bara opnaðist bara upp á þurru. Og það voru bara fullt af kertum og við vorum frekar langt frá og bara gardína bara næsti í kertin. Við vorum bara, þetta er hættulegt, sko. Ég veit að það hefði verið heima. Eða þú veist, bara verið í sturtu eða eitthvað, skilur. Eða svo myndi. Mjög skerið. Já, eða bara glemdur að slökka þeim eða eitthvað. Passa að hafa ekki kerti líka í gangi. Eða bara svona, eða gangi kannski en líka bara nálega gardínum. Já. Það getur gert svo hratt leið og þau fjúka svona út. Kemur svona smá, já, akkurat. Afi minn dó aðfangadagsmorgun, rosa tens jól. Já. Jesus. Já, það er ræðilegt. Hvar amma og afi eiga að vera? Það er greið að rífast ömmu og af. Já. Ég sé bara fyrir mig og þau bara svona segja ekki neitt, skilur. Vá, okkur hugsa ég strax svona, enginn ennur að hafa þau. Það gæti líka verið. Verð þú með þau ár? Nei, ég var með þau fyrra. Það gæti alveg verið, líka. Ég veit ekki. Ég hugsa ekki að krútlega, ég vil hafa ömmu. Já. Nei, we're fitting the mood, sko. Já, ég er öll svörstu og þú bara ekki að krútleg. Ég ætla að hugsa, the cute way, allavega. Það er gott. Það gæti bæði. Já. Bara, nei, ég var með henni fyrra og hitt í fyrra þegar þú varst í tenni. Já, einmitt.
Já, ok. Þegar amma var það full og hún ældi yfir allt og alla. Sögðu þetta náglástur okkur fólk bara, ég nefn ekki að hafa ömmu í ár. Já. Ég skil ekki, ég skil ekki hvernig það gerist, bara. Og hún var það full og hún ældi yfir alla líka, yfir allt og alla. Þetta er ræðilegt, sorry, þetta er ræðilegt að heyra. Já. Fyrir örugglega 30 árum maður notið vitlaust tegund af ananas í dós í frómasinn. Það sem ég fyndi við þetta er að það er enn tala þetta öllum þessum árum setna því að þetta var svo mikil vonbrigði. Já, þú veist, þetta er örugglega svona astnalegt drama. Já. Sem er bara eitthvað blé. En þetta og því er að líka fróma eitthvað sig var svona- öðruvísi. Já, og þetta er líka svona partur af þessu fólk setur, þú veist, jólin í svo mikið svona guðtölu, bara svona, það þarf alltaf að vera fullkomið. Þú klúðraði frómasinum, Já, og svo 2015. bara- Hvað er fokkar með frómas? Það er svona, þú veist, það er svona kaka einhvern veginn. Það er svona flan. Já, þetta er, Kannast við þetta, sko? þetta er alltaf hjá ömmur gerir þetta mjög mikið. Er þetta ekki flan, þá? Frómas ömmu kemur. Já. Byrju, hæ? Þetta er svona eitthvað flóm. Jú, er það ekki? Jú. Ég held að amma mín gerði svona í gamla dag. Jú. Með ananasin má. Jú, þetta er eitthvað svona dæmi, skilur. Er þetta ekki flan? Birthday flan. Þú veist, er það búðingur? Eða þú veist, Flan er enda gyrnilegra, sko. En jú, þetta er örugglega, þetta er svona eitthvað búðingur, eitthvað. já, eitthvað svona ananasbúðingur. Já. Já, ok, flan er ekki það sama. Nei, ok. Já, ok. Hundri minn borðaði hamborgarhrygginn svo við þurftum að borða matinn án hans. Já. Rómeó geti gert eitthvað svona. Borða matinn hans, eða? Og Nei. borðaði hundamatinn. Nei, ég myndi halda að ég myndi borða bara allan mat nema hamborgarhrygginn. Og ég held að án hundsins, eða Ég er þetta vona ekki. hamburger er ekki góðið fyrir hundar, sko. Ég meina það. Guð, ég veit það ekki. Ég vona að þessi án það hamburger ekki án hundsins. Já, það lítur að vera. Það er líka mjög gott að, fyrir ykkur sem hefur hunda, að vita nákvæmlega hvað það gera ef hann borðar eitthvað sem maður alls ekki borða, sko. Já. Hvað er þetta að gera? Það sem við gerum með rúmi og svona, það er svona læknistricks, er eiga bara borðsalt, bara basically tróðið upp í koki á honum. Já. Þá bara æla hann strax. En bara kynna sig alls konar svona og eiga í kringum jólina því að það er yfirleitt ekki að fara náttúrulega dýraspítala og eitthvað þannig. Þannig að eiga líka ananas í dós, ef hann borðar eitthvað bein, soðin bein, þá hjálpar það með að bindist svona utan beinin svo að meiðan ekki að leiðin út. Ég við eins og lendi að Brús borðaði bara svona restin af kjúklinga vengja beinum og ég var bara fucking hell, bara hvað að gera, skilju. Einmitt. Og dýrlæknir sem sagði bara annars og eitthvað svona olíu og bara setti það í matina, aspas minni, sagði ég annars líka. Já, það er annars. Ég tala aspas. Aspas, já, og það er mikið sem það er svona strengir einhvern veginn á því. Já, það bindir utan beinin. Það er bara svona alls konar svona er gott að vita fyrir jólin. Ok. Alltaf allt gerast við hunda þegar það er allt lokað. Það er svo bara einmitt. Litla systir að vera ósátt með gjöfin hjá mömmu og pappa og mamma verður sár, eitthvað bull. Það er svo típist litla systir eitthvað. Þetta er típist svona jóladrama. Hálfbróður minn var að útskrifast úr rafvirkjunum og hann mátti bara bjóða 4 og hann bauð afa og ömmu því afi rafvirki og pappa sínum. Og stjúpmömmu. Og stjúpmömmu. Mamma okkar vissi gefið bara rétt fyrir, hún náði samt að horfa til tölvunni og hún þurfti síðan að ná í mig af æfingu og ná að sækja jólagjöfuna mína. Hún vildi ekki fara inn svo ég þurfti að fara og ég sá hvað ég fekk í jólagjöf frá mömmu og pappa. Já, ok, það er endur ógstæðlega þegar þú sérð jólagjöfuna fyrirfram. Pappi hætti að tala við ömmu því að hún kallaði hann Alka, það er 2 ár síðan og tala ekki ennþá saman. Pappi er búin að edru síðan en talar ekki ennþá við ömmu. Æi. Já. Kom upp stórt rifrildi milli ömmu og afa sem endaði því hún sagði okkur að afi hafi cheatað. Já, afi. Fyrir 30 árum, hann cheataði ömmu fyrir 30 árum á djamminu þegar hún var ólétt. Hvað var hann að segja það? Ok, afi bitch. Afi. Hann hlýður á Pisces. Hún segir long version af jóladraminu. Fannst ég ekki ná að skilja sig almennilega frá mér í stuttum texta.
En við vorum sérst að klára að opna pakka á aðfangadagskvöld 2016 eða 2017 og amma við fór allt í að rífa svakalega mikið, man ekki af hverju, sem enda á því að hún sagði okkur að afi hélt fram hjá henni á djamminu fyrir cirka 30 árum, nóttina sem hún var að eiga bróði mömmu upp á spítala. Og alltaf var brjálað út af þessu leyndamáli. Ég fór að hágráta og var brjál út í afi minn þetta kvöld, ömulegasta aðfangadagskvöld ever. Æi, Og afi. Váka, hún þeir eru bara fed up with him, bara, Já. you know what this son of a bitch did, Já. skilur. Hún er verið kannski smá í glasið eða Já, eitthvað, sko, það pyrru bara, Já. nú látum við þetta flakka. Þetta er annars skilt sem eitthvað rosa afadrama hérna. Já, þú veist, wow. Maður greinlega, þú veist, já. Wow, ok. Ég meina þau eiga tíma, sko. Það er mikið búið að gerast. Já. Þannig að... Við fórum til tenni til að losna við hefðir. Margir sem gera það. Hundurinn slapp út rétt fyrir klukkan 6 á aðfangadag og við eittum kvöldin í að leita. En hann fannst samt, by the way. Hann fannst, en Þetta er traumatic samt. En samt sem áður, eina jákvæði við þetta þannig, það er eiginlega engin umferð á bílum í kring. Ok, já. Þannig að Good way þegar to look fólk at er bara klukkan 6 náttúrulega bara að borða, svona eðlilega. Já. Einmitt. Já. Amma sem við tölum ekki við reynda að tróða upp á okkur pökkum síðan árinu áður. Ups. Bara greinilega reyndi. Já. Og bara aftur sömu pakkanir. Já. Þegar fyrrverandi kærastabróður mín segist vera djöfla dískandi jólabóði. Það er ekkit eðlilega fyndið. Það er rosalegt. Það er bara way to ruin the mood. Já. Það er bara eitthvað gleðileg jól, hann ég svo ammali. Djöfla dískandi. 666. Ég trúi á djöfla. Jesus. Fokk, hvað fyndi. Þetta, já. En ég skil að það, þú veist, það er líka drama í mig, þú veist. Já, það er hérna nokkur sem sendir líka. Ofling sagði til að setja í boxið þegar afi eða pappi mömmu var pirrar út í mömmu í heilt ár út af ömmu og afa, þess fóldrarnar, var ekki boðið formlega í hangikjöt á jóladag. Það búið ekki hangikjöt fyrir mér. En það var ekki ákveðið fyrirfram, það bara mætti öll fjölskylda heim til okkar og við borðum þetta bara öll saman. Þetta var ákveðið cirka 10 mínútum og amma og afi voru ekki í sama bæjarfélagi. Þetta var Selfossi og þau voru í Reykjavík. Þetta er nákvæmlega svona jóladrama. Hvað byrði mér ekki eitthvað hérna. Já, þetta var eina sem var komið langt í stúri. En ef það koma hérna fleiri svona sögur inn, þá verður við bara að klára þetta. Já. Þetta er Við getum tekið part 2 bara næst. Já, bara tekið stuttan liða. Klára þetta er ógeðslega fyndið. Hérna, annað sem við erum búin að sjá, sem er mjög fyndið og skemmtilegt, er að fólk er að taka bestistífun okkar. Já. Og það er að frista hana og búa sér bara til súkkulaði. Svo sniðugt. Ég eftir að gera þetta. Ég líka, ég eftir að gera þetta. En mér langar svo, ég er ekki ennþá búin að geta gert sörur eða neitt. Mér langar svo að gera sörur með bestis súkkulaðinni. Oh my god, gerðu það. Það er geðveikt. Pæliði. Það er snillt. Já. Bleikar sörur. Já. Are you fucking kidding me? Ég þarf að gera þetta, sko. Já. Ef eitthvað annar ætlar að gera þetta undan mig, þá með ég bara taka okkur, mér langar svo að sjá og vita hvort það smakast vel. Af því að ég held ég myndi gera líka, hérna, þú veist, milli kremið, ekki svona original. Myndi gera eitthvað svona white chocolate í einhvern veginn möndlu kókos, jáfnvel. Bara eitthvað svona hvít væp sem passar vel við hvíti súkkulaði, skilurðu? Geðveikt. Öðruvísi. Gerum þetta. Ekki? Jú, 100%. Þannig að pröfið bestistífuna í alls konar bakstur fyrir jólin, það er mjög sniðugt. Það er ógeðslega sniðugt. Við ætlum líka að minna á að appdagatalið hjá Netto er í fullum gangi og þið getur bara farið inn á Instagram hjá Netto og sé allt dagatalið í heilsinni, þannig að þið getur beðið eftir ákveðnum dögum eða eitthvað svoleiðis. Þetta virkar sérst ekki bara í appinu. Þú getur bara farið í búðina, náður í vörurnar sem þú vilt, en ef þú bara borgar með appinu, þú veist, þá safnast innegnin þar. Já, og þú sér líka á svona skiltunum inn í Netto hvað þú færð mikið tilbaka. Já, ógeðslega þægilegt, já. Þannig basically getur þú keyptir eitthvað fyrir þann pening, skilur við leðinni. 100%, þú getur notað innegninu upp. Já, nákvæmlega. Það er ógeðslega sniðugt. Svo ætlum við líka bara að segja ykkur frá að þú ætlar að segja mig frá. Þú fórst og við vorum aðeins að ræða sísta þetta. Já, heyrðu. Ég mætti í senstu í ótrúlega cozy night með Reykjavík Verás eða K18 og við vorum bara svona að mála kerti og bolla og fá jólakoktela. Jólaföndur? Já, við vorum allar í matching í náttfötum og svona. Geðveikt. Ógeðslega cute.
En svo voru að prófa nýju vöruna frá K18. The dry shampoo. Já. Damn, sko, þetta er ekki the typical dry shampoo, af því það er svona, yfirlega svona þurrt, skilur, þú spreyjar. Þetta er svona, þú spreyjar og það verður blautt. Það er magnað. Já, og svo greiður það til og svo allt í henni er það bara fresh. Ég notaði þetta áðan, sko, ég náttúrulega með hárband á mér, en það var svo feitt og svo bara núna er það bara... Og sýndi mér á það er bara eins og þessi clean, já, sko. og þetta var sko fyrst blautt og svo bara svona greitt ég og það bara svona, og það var svona hreint. Þetta er ógeðslega skrítið. Ég bara, ég ætla að vera búin að pröfa þetta fyrir næsta þátt og þá get ég líka sagt frá minni reynslu. Já, þetta er ekki svona dræsjambú sem að, þú veist, þurrkar upp rótina heldur. Þetta er að vinna með, skiluru, hálsverðunum og þannig að þetta er gott stöf líka. Ógeðslega sniðugt. Þannig að geggjuð jólagjöf. Já, frábær. Loksins komið til Ísland. Já. Maður sjá Alex Earl í svona 100 ár verið auðlýsita, sko. Nei, 100%. Svo spennt. Geggja líka fyrir jólin. Já, ég er ógeðslega spennt að pröfa þetta. Það verður geðveikt. Eitthvað sem líka ógeðslega spennt fyrir er að við sáum það styðst í nýtt bragð af Happy Hydrate. Herðu, við sáum það, sko. Ég er ekkert eðlilega spennt. Það er svo spennandi. Það er svo gaman, þú veist, að því að mínir uppáhalds eru bleiki og gulli, þú veist, og ég mér græni líka góður, en ég frekar renni, eða þú veist, ég frekar sækist í hérna, en ég er spennt að sjá, sko. Þetta lukkar mjög vel. Það er líka alltaf gaman að fá nýtt bragð af ykkur sem maður elskar. Sem maður elskar, já, það er ógeðslega skemmtilegt. Þannig að já, við sáum líka, sáum við ekki, bróðið hefur verið að smakka þetta? Jú, hann var að smakka þetta hjá Lil Girly. Já. Í podcastinu þeirra. Hann sagði það verið gott þar, þannig að við erum bara spenntar að fá að smakka líka. Já, mjög spenntar. Svo þetta hvað bragðið þetta er. Já, einmitt. Hann gaf ekkert upp hvað hann fannst þetta að vera þannig séðan, ég veit það ekki alveg. Var þetta glær vökvi eða? Ég var ekki að horfa, ég hlusta, ég veit ekki. Ég sá bara klippu á social. Já, ok. Ég man ekki hvernig það var litin. Eða hvort það var litur. Já, einmitt. Það er spennandi. Interesting, very exciting. En það er mjög spennandi, við ætlum samt bara að, gott að fara yfir svona jóladrama og léttum nótum. Við veitum að það getur erfið tími fyrir marga. Þetta getur verið það. En Ertu búin að græða alla jólagjafir það? Ég er svona, ég sé ein eftir, já. Hver er það? Ég ætla líka að kaupa hana á síðu sem ég get notað Netgyro. Já. En þú er eiginlega ekki að segja meira. Nei, ok. Já, það er ein eftir, já. Ok. Ég veit að manneskjan hlustar á hann þátt, skilur ég ætla ekki að, þetta var embla, myndi segja að það var embla, skilur en nei, okay. Ég get ekki sagt mér. Nei. En ég get nýtt mér Netgyro inn á þeirra heimasíðu og já, ég myndi Þannig bara... getur þú þannig jólareikningin? Ég get sett það í jólareikningin, ef ég vil. Ef þú vilt. Eða ekki, þú veist, bara eins og ég vil hafa þetta. Þannig að ég mæli með að skoða, þú veist, ef þið eru í greiðslu, bara það geti hakkað í Netgyro. Ef það hendur ykkur. Algjörlega. Nei ekki, ertu búin? Nei, ekki alveg. Nei. Smá eftir. Já, nokkrar eftir. Geggjað. En ég spennt að vera að pakka inn. Já, ég líka. Það er svo gaman eitthvað. Það er ógeðslega skemmtilegt. Við ætlum eiginlega bara að koma inn upp skrifstofu og standa við borðið. Já, ég hugsaði þetta einmitt áðan þegar við vorum að pakka inn pöntunum Já. og bara hækku ekki borðið. Einmitt, já. Þú gerir það. Já. Gæð það eiginlega. En við lærum alltaf. Læra þetta, já. Annars bara gleðileg jól, bestu okkar. Við hittumst við sjáumst á næstu viku. Sjáumst á morgun. Keiluhöllinni. Keiluhöllinni, kl. 8. Geggju jólakviss. Svo skemmtileg quiz. Og eitt svona öðruvísi. Já, bara alls konar. Þú veist að segja hvernig quiz það er? Já. Það? Já, eða ekki. Við ætlum að vera smá svona annál. Hvað gerist það árunni quiz? Þannig að do your homework. Já. Með smá tíma. Only you guys were left hérna still listening, sko, því you guys know. En við sjáumst á morgun. Já. Annars næsta miðvikudag. Já. See you besties.